Verðbólgumarkmið Seðlabankans ein helsta orsök þess hvernig nú komið fyrir íslensku fjármálalífi að mati hagfræðings við London School of Economics. Menn hefðu átt að sjá að sér í tíma og gera sér grein fyrir því að stefnan virkar einungis í fjölmennum löndum. Á Íslandi þá var þetta algjörlega röng stefna. Vandamálið það þegar Seðlabankinn mælir hækkun verðlags þá hækkar hann vexti. En þegar vextir hækka þá leiðir það til þess að bæði almenningur og fyrirtæki í landinu vilja taka lán í erlendum gjaldmiðli og erlendis spákaupmenn vilja kaupa krónuna sem þýðir að peningar flæða til Íslands og þegar peningar flæða til Íslands þá hækkar gengið á krónunni sem leiðir þessi meiri verðbólgu, meiri hagvöxt og fólki heldur þessi ríkara heldur en það er. Þetta er laun og þetta kemur ákveðin keðjuverkun í gang, hækkun vaxta, dregur peninginn og þetta heldur áfram og endanum þá er gengið algjörlega komið á skjön við undirstöðu atriði efnahagslífsins og eitthvað hlýtur að gerast. Það er bólaðin í gangi sem mun springa. Seðlabankinn átti að gera sér grein fyrir þessu fyrir löngu síðan og gera eitthvað í málinu. Hann hafði gott tækifæri til þess 2006 þegar gengið hrapaði. Þá hafði hann getað ákveðið það að komið veg fyrir að gengið styrtist og á sama tíma safna góðum varasjóði. Ef þeir hefði gert það þá varum við ekki þessu vandamálum í dag.